Við vorum að syngja bænarorð sem að voru og eru algjörlega í samhljóða við bæn Jesús sem ég las hér áðan. Gjör oss eitt. Og mig langar til að íhuga eitt í hverju. Við sungum andan. Hvers konar andi er það? Er það félagsandi? Það sannarlega, hann getur blásið okkur mikinn kraft í brjóst félagsandi þegar við finnum það að við erum svona meðal vina, þá eins og bara bæði áhangendur Tindastóls og Vals fundu fyrir á lokaleiknum núna í vikunni. Það var heldur betur eitt, það var bara eining í báðum liðum, en þetta endaði alltaf með því að annar liði tapaði og hitt vann. En sannarlega stórkostleg eining og sem að já, við skiljum þetta er eining. Þarna er hægt að finna fyrir sterkum félagsanda. Ef við fjallar þetta að vera eitt í því að standa gegn þessum undarlegu áformum sem voru kynnt í fréttunum að setja sorpu einhvers staðar í kirkjugarðinn. Það var alltaf gaman að finna fyrir hvað svona það myndaði sterk eining gegn þessu strax sem að kannski verður til þess að ég hugsa veitu hvað, af hverju þetta rati frétti núna? Þetta mál virðist ekkert vera hugsanlegt til enda, en það var kannski bara fínt að gera það. Mér sýnist svona bæði sóknarbörn og íbúar Kópavogs hafa brugðist henni við og fleiri aðstandendur þeirra sem að hér hvíla í garðinum að fólk verði ekkert að velta þessu mikið fyrir sem meira. Það er fínt að finna fyrir svona einingu. En er það þessi eining sem að Jesús talar um? Ég held ekki alveg. Einingin kemur í rauninni frá Guði. Og einingin, hún skapast í rauninni það, ekki það hvað er huggulegt að koma saman á sunnudagskvöldum eða í eldri borgarasamveru eða í barnastarfi og eitthvað svona og leika sér og hafa gaman í kirkjunni og heyra góðan boðskap og eitthvað mannbætandi. Þetta snýst lifandi Guð. Veruleika. Ekki ævintýri, ekki bara orð, heldur veruleika. Ekki félagsmálaprógram, heldur prédikun. Það er Guð sjálfur sem mætir okkur. Ég held að Guð geti mætt okkur öllum. Við þurfum að hafa skilningarvitin opin. Við þurfum að vera opin fyrir því að Guð sé veruleiki. Nú get ég sagt frá því að svona þegar ég var unglingsaldri þá var ég svo sem opin fyrir því að Guð gæti verið til. En þetta nafn sem talað í Sakaría, á þeim degi mun Drottinn verða einn og nafn hans eitt. Og þetta nafn, þessi orð hljótu við að skilja í ljósi Krists og ljósi Jesú að þetta nafn er Jesús Kristur. En það skildi ég ekki. Það er eitthvað sem andinn opinberar, það er eitthvað sem lífst upp fyrir okkur. Og ég var fyrir ótrúlegri andlegri reynslu svona þegar ég var á þessum unglingsaldri að andi Guðs bara svona skall á mér ófarvarandi svo ég vissi ekki hvað að gerast. Og ég ætla ekki að segja þá sögu núna, en löngu seinna þegar ég var að kenna fermingarbörnum hérna út í litla húsinu sem við vorum með í byrjun, þá segir ein stelpan sem var ofboðslega eftirminnilega skemmtilegu frökk. Hún segir, hei, hvað finnst þér Omega? Og samkomurnar þar í sjónvarpinu og svo framvegis og við fórum svona að ræða þetta og þeim fannst svona skrítið að fólk verða dett í gólfið og eitthvað svoleiðis.
Og svo spurðum mig, hefur þú einhvern tímann fundið svona fyrir Guði? Og ég segi, já, ég hef gert það. Og segi nú ekki meira sögunni fyrir en að í lok fermingarfrestuna þá hitti ég hana, stelpuna. Og þá var það þannig að stundum vorum við með fermingarbörnin með okkur í messu, eða þá var ég reyndar einn hérna, og þá vorum við í Lindaskóla með messutna þar. Þá var ég oft með að ég var svo hákirkjulegur svona þegar ég var að byrja. Þá var ég með fermingarbörnin í prósessi og það gengu inn með krossinn og biblíuna og undan mér og svo framvegis og við erum að spjalla saman, ég og þessi stúlka, og ég segi, hvað er það sem stendur upp úr hjá þér í vetur? Og hún segi, já, manstu því ég spurði Omega og hvort að þú hefði fundið fyrir Guði, og þú sagði já. Og ég segi, já, ég man eftir því. Og þegar þú sagðir okkur það, þá hún segi, hvílíkt bull og kjaftaði. Hann hefur aldrei fundið þetta. En veistu hvað? Svo þegar ég hélt á biblíunni og vorum að ganga inn í messuna, þá skildi ég hvað þú varst að tala. Þetta nú bara eiginlega hápunkturinn á mínum ferli sem fermingarfræðara, verð ég að segja. Ísak Harðarson, sem ég nefndi hér í upphafi, og við höfum sungið 2 ljóða hans hér í kvöld. Hann er búinn að fylgja mig líka frá unglingsárum. Það var fyrst vinur minn sem að rak augun í ljóð hans sem heitir Ekki ég, sem birtist í lesbók Morgunblaðsins, og það var samið lag út frá ljóðinu, og ég var þá söngvar í svona, já, sumir segja punkhljómsveit, sko. Og svona, ég flutti af miklum sannfæringarkrafti, og það var eitthvað svo svona gegnheilt og flott í þessu ljóði, eins og einkennir texta Ísaks og ljóð í gegnum tíðina. Og ég sagði fyrir nokkur vikur síðan að rennur upp nótt eða Jesús englar helgimyndi væri bara minn uppáhalds sálmur, og það er þannig. En Ísak svona átti sína trúargöngu og svona sumt svona svipa til minna sögu og margra annara eflaust. Og hann rekur þetta hér í bók sem hann gaf út árið 1996 sem heitir Þú sem ert á himnum, þú ert hér. Algjörlega frábær bók. Og auðvitað langt síðan að skrifa hana. Þar segir hann frá því hvernig Guð mætir honum í bók sem að hann hafði gefið frænku sinni, keypt á einhverjum markaði, frænku sinni, að því hún átti eitthvað erfitt, og sagði hún hefði gott af einhverju svona Jesúbók. Og hafði gefið henni, og hún hafði aldrei tekið við henni einhvern veginn, og hún dagaði uppi hjá ömmu Ísaks. Og hann finnur henni og segir, hvað tók hún ekki bókina, segir ömmu svona. Nei, hún sagði að þetta verið ægileg bók. Og hann byrjar að lesa og tekur strax eftir því að þetta nú ekki merkileg bók, fannst honum. Ég ætla aðeins að grípa niður í það sem hann skrifaði hérna. Ég opnaði bókina og byrjaði að lesa. Ég sá fljótt frá ýmsum sjónarhornum séð var þetta ekki merkileg bók. Og hún var ekki vel skrifuð, hún var ekki bókmenntaverk, en hún gerði svo sem ekki tilkall til þess. Kona sem skrifaði virtist líka eiga afskaplega fátt sameiginlegt með skáldinu, djúpskyggna. Hún var einstaklega grunnhyggin og einföld, líkt og hún tryði að heimsmynd Hollywood-sápuóperuna væri hinn sanni veruleiki lífsins, og auðvitað lenti hún svo í alls konar vandræðum, fór að drekka og dópa og reyndi losa fyrirfara sér, og svo var hún fyrir þessari trúarreynslu. Já, þetta virtist vera svona, allt í einu mætti ég Guði og allt líf mitt breyttist bók. En ég hafði séð slíka bækur áður, og í rauninni hef ég aldrei véfengt að höfundar hefðu upplifað eitthvað sem tengdist Guðs hugtækinu innan gæsalappa með áhrifaríkum hætti.
En hafði þetta fólk yfirleitt átt í þvílíkum vandræðum að það eina sem það gat gert sér til hjálpar var að velja einhverja svona yfirnáttúrulega leið. Ekki hafði ég séð betur. En ég las áfram, því þetta var bæði spennandi og einfalt. Fljótlesið, ágætis afþreying, falleg lýsing á því þegar Jesús Kristur opinberaðist konunni, og svo var ekki verra að sjá hvernig örvænting hennar og þunglindi vék fyrir heilbrigðri bjartsýni og von. Ó, Jesús, hversu nálægt varstu mér þá? Og enn sá ég ekki neitt. Enn hafði ég ekki hugmynd hversu raunverulegur þú ert. En hún var að koma stundin að þú striki fingrum þínum einnig yfir augum mín og leikir sál minni upp. Svo hún byrjaði að skynja blik morgunstjörnunnar sem þú þráir að renni upp í hjörtum allra manna sem sofa í grafarmyrkri jarðarinnar. Ég ætla að lesa hérna aðeins síðar þegar þetta er búið að opinberast fyrir honum. Þú ert kraftur, þú ert viska, þú ert kærleikur, sannleikur, líf. Þú ert nafn. Þú ert meira að segja nafn. Allt þetta líf, þetta lífsorku þrúna hjarta, þessi leiftrandi lífsól, þrumandi andadráttur, uppspretta lífs og vits, þessi óskiljanlegi og upphafni veruleiki. Þú ber vitni einu og aðeins einu nafni á himni og jörð og ert með svo voldugri fullvissu að allt annað er eins og hjóm, svefn, draumur og nafnið, þetta ljómandi djásn sem með dýrðsemi getur breytt og breytir öllum nóttum frá sköpun alheimsins í einn dýrlegan, ljómandi og eilífan dag. Ó, nú þekki ég það líka. Og það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Dýr sig Guði, Föður og Syni og heilögum Anda, svo sem var í upphafi, er og verða mun aldir alda. Amen.